Hæ, gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Mér er pínu skrítið að taka það í podcast af því við erum orðin svo góða vinnir. Já. Fannst þér skrítið að ég sagði þetta? Við erum orðin svo góða vinnir. Nei, þú hefur alltaf sagt þetta held ég líka. Þú segir þetta eiginlega bara í mækinn. Þú segir þetta aldrei um mig, sniðri. Þú ert mjög duglegur að segja þetta svona í podcastum og svona. En við erum fínir vinnir, sko. Það er alveg rétt. Já, því við erum bara saman í kaffiklúbb og erum að þessu alla daga. En nú erum við að gera þetta í podcast svona umhverfi. En hefur þú farið heim til Kristmunds? Nei, ég hef ekki gert það. Við höfum rætt þetta, skilur. Þegar menn eru orðnir x gamlir, þá er maður ekkert eitthvað mikið eitthvað. Kemur yfir í kvöld. Ég veit það. Það er bara mjög lítið með það, sko. En konur gera þetta mjög mikið. Konur gera þetta mikið. Kona mín er alltaf með einhvern svona hitting. Það er að koma það í kvöld. Heima hjá ykkur? Já, og þá koma stundum bara eitthvað svona 12 konur. Það er bara læti, sko. Það er ekkert að djamma eitthvað svo leiðis, en það er bara svona að tala. Það er bara eitthvað að spjalla. Ef 12 konur tala saman, þá verða automatist mikið læti, sko. Það tala líka bara um allt. En við kallmenn þurfum að gera þetta meira, sko. Við höfum kaffiklúbbin og svona. Já, ég hugsa líka ef við ættum að, þú veist, ég held að eina ástæðan það sem að myndi gera þetta veruleika væri að til dæmis að þú myndi til dæmis nýta hana pizzaopn sem ég heirt svo oft talað um. Já, ég veit að, ég ætla að fara að bjóða ykkur. Það væri svona pizza líka, þannig að það væri spjall og pizza. Við þurfum alltaf ástæðu til að hittast. Við þurfum alltaf, og bara svona góða og ríka ástæðu til að hittast. Elda svona 15 pítsur, helst er að skjóta eitthvað í leiðinni. Helst eitthvað, já. Og veðja líka. Já, helst að veðja, og það er eitthvað í sjóarpunum sem við getum hort á, og það er bara allt undir. Þá kannski mætum við. Þetta er náttúrulega búið að vera rosalega vika hjá kallinn. Ekki bara vika, bara 12 mánuðir. Já, ég ætla samt að, ég veit það. En svona þú ert fókus á vikuna. Ég er alveg sammálaður, þetta er búið að vera svolítið stór vika. Já. Ég held að fyrir sumum sé árið svona búið að vera, þegar þeir horfa á mig, búið að vera gott ár og það er rétt. En ég er alveg þar að þessi vika hefur verið eins og bara hellaðasta. Já, þú ert alltaf svo rosalega jörðinni með þetta, sko. Ég er svo ánægð með það, sko. Þú verður ekki of kokki. Nei, en ég nefnið alveg, sko, þú veist, eins og að fá að spila með Bubba Mortens, 2 hallir. Ég hugsa að sé bara stærra en ef ég hefði fyllt hana sjálfur, sko. Það hefði verið stærra moment samt að spila með Bubba, sko. Veitu hvað ég meina? Hann er alltaf svo mikil átrúnar góð hjá flestum á Íslandi. En eins og bara það, sko, þetta gig verður eitthvað betra það, þú veist? Nei, er ekki toppnum náðið það? Eiginlega, sko. Þetta er bara, ég veit ekki hvað maður ætti að gera til að toppa þetta moment, sko. Nei. En hvernig takk okkur hans í gegnum þetta? Ég var á brúðköpi á Seyðisfirði sem þú reyndar átti líka að vera en fyllilega skilið. Já, við eigum það sko inni bara þegar þau skilja og gifta sig síðan aftur. En hvernig var dagurinn? Hvað maður gera daginn fyrir Bubba? Ég hugsa vikan sé líka bara, þetta er rosa production, sko. Við vorum að æfa alla vikuna og ég var mættur í höllina bara 11 upp á hádegi og svo var maður bara búinn 5 eða eitthvað. Já, svo var eitthvað reynsli hann yfir vikuna og svo var dagurinn hellaður. Þetta var náttúrulega föstudagur og laugardagur. Þá er bara mætt snemma og bara ég hugsaði mitt, sko, bara af hverju ætli ég þurfa að mæta svona snemma? Ég er bara með 1 lag. Já. En samt einhvern veginn, ég mætti snemma og ég var alltaf að gera eitthvað, sko. Það var alltaf eitthvað búið að finna eitthvað fyrir mig. Eitthvað verkefni og það var tjekka og það var fundur og það var matur og svo var það matur og svo var eitthvað fundur og eitthvað. Fundur um matinn og eitthvað svona. Þetta er svona bara 1 lag. Ég veit það, þetta er bara svo rosalega mikið production, sko. Svo var þessi auðvitað streymt þarna á laugardeginum, þannig að það er eitthvað svona auka. En þetta var bara, og ég fíla að láta, sko, alveg mergsjúga alla svona stemmingu í mig, sko. Þannig að mér fannst bara mjög gott að mæta, upplifa þetta, setja hans upp í stúkunni, þú veist, bara í hálftíma eða eitthvað, bara horfa á ekkert. Það var svona moment. Ég getur verið svolítið dramatískur. Ég verð að fá þetta alveg inni. Já, ég meina þú horfir kannski eftir 10 ár og horfir tilbaka bara þetta moment. Já, klálega. En ég er svona í öllu, sko, eitthvað svona. Ef það er eitthvað svona að gerast, þá vill ég alveg bara vera mættur snemma og bara taka þetta allt inn, sko. Ég er ekki bara að mæta rétt fyrir og klára þetta og fara, sko. Reyna að gera eitthvað lítið úr þessu. Ég skil það ekki, sko. Bara svona, hei, þetta er bara moment. Auðvitað. Bara let's fucking go, sko. Já, bara spila eins og þetta hérna sem við erum upplega. Já, ég var mættur bara 9 í morgun. Takkin stemminguna. Þefa mæknum. Já. En þú semur lagið náttúrulega komin heim og færð Bubba til þess að syngja þetta lag með þér. Var erfitt að sannfæra hann um það? Nei, það var náttúrulega erfitt, sko, að sannfæra mig bara um að
að hugreista mig í símtalið sko. Það var aðmálið sko. Var það fyrsta svona snertingin, var það símtalið? Var það... sko, nei, það var voice Okay. Það var voice Okay. og ég svona tók það upp 1 í 3 dagar eftir 3 dögum síðar lá eitthvað vel á mér tók það upp 1 í Okay. svo lá bara eitthvað ekstra vel á mér ég var bara eitthvað, herru, þetta er bara að fara að gerast ég bara finn þetta Já. þá bara tók ég upp voice, 1 í ekki sendi það En var Bubbi þá með svona 2 deleted voice fyrir ofan? nei, sko, þú getur 1 í áður sjöndir Já, það skal við tala ég sendi ekki á 1 í En Bubbi var svona ding, delete. hvað er það? En þú átt þetta voice? Nei, ekki, ég á þetta voice, já Já, ég er að segja Já, og hann svarar mér með voice sem ég á líka Við höfum hlustað á þetta? Nei, ég man ekki alveg hvernig það var en það var helviti gott Já, einmitt og svo ringir hann Já, ok Svo ringir hann bara í mig og við mælum okkur mót og það tók alveg tíma að hittast og eitthvað, þetta er auðvitað bara þessi gæir alltaf eitthvað að veiða og djöflast eitthvað en við bara leiðum því bara að líða og svo bara einhvern veginn gerist þetta lag sko. Hann kom tvisvar upp í stúdíu til okkar Þormóðs og þú veist, rest is history sko. Já, hann er náttúrulega svona alfa orku sko. Alltaf þegar við hittum að þá bara á hann herbyggið sko. Já maður kemst ekki í dag en það veit ég hvað ég ætti að tala við hann mig sko. Hann sagði mig við mig sko, ég veit ekki hvort ég jú, svo alltaf að segja þetta en hann sagði mig við mig sko að þú voru bara munið það Kristmundur þetta var áður en við hittumst fyrst þú voru að passa bara að vera ekkert að tipla á tánum í kringum mig fólk á það svolítið til sann Já og bara þú veist, við erum bara jafningjar og hann var alveg geggjað við mig Herru, svo hittust við og ég bara þú veist, það var bara svo lítið barn bara eitthvað að tiplanda tánum og bara hræddu við hann Já, ég veit þetta er Bubbi maður getur ekkert gert í þessu hann er bara þarna hann er bara svo mikill karakter og fer svo mikið fyrir honum en hann var samt leið mér alltaf líða bara eins og við værum bara að byrjum á sama tíma í tónlist og svona sko en hann líka tengir hann er ekki ekkjaður sko hann tengir líka svolítið við eins og bara svona skilabóðan og textan í læginu já, það er kannski líka ástæðan af hverju ég var svona pínu auka sjálfsöryggur með að þetta myndi gerast ég bara heyrði þetta svo mikið fyrir mér þetta var bara, það var algjörst Bubba lag sko algjörlega sko hann talaði nú í einhverju podcasti sem ég var að horfa á að pappar ykkar þekktust að hann þekkti pappa þenni já, hann þekkti pappa eitthvað hann talar alltaf að þeir hafi hýst einhverjum klíkum ég veit ekki hvernig það er sko en það getur vel verið að þeir voru bara á sama tíma í einhverju rugli og svo spilaði hann fyrir pappa á Litla-Hrauni og bróður minn á Litla-Hrauni þannig að það er tenging líka sko já, hann sagðist að þekkt til þín og fjölskyldunar í mörg ár sko já einmitt, svo sagði hann líka þegar hann var að kynna mig í Laugardalsvöll þá sagði hann að hann og mamma mín hefði verið kærustumar ég var eitthvað leiðin upp á svið og var bara að heyra það fyrst það ok og mamma er í salnum með það? Nei, mamma var svona, hún var keypt í streymi og horfði á streymið já, hún þorði ekki að mæta og horfa hún þurfti að passa stelpuna mína auðvitað líka vandræðast fyrir hann að mæta fyrir hann til kærasta Bubba já, ég held að þetta sé alveg óþægild sko. en spurður Bubba eitthvað út í það? Nei, ég spurði ekki en ég veit alveg hvernig það var en í gamla dag voru allir með öllum eitthvað verið eitthvað þarna en það er smá saga þarna það er eitthvað tenging og það er líka bara að spila inn í af hverju Bubbi gerir þetta lag með mér hann gerir ekkert lög með hverju sem sko. hann þarf helst að tengja eitthvað við já helst, ég veit að það er alveg undantekningar en svona hann er ekkert þannig að við erum með eitthvað tengingu og svipa æsku á mörgu liti og þetta lag var bara, ég held að þetta átti bara að fara nákvæmlega svona sko. en þetta er náttúrulega sko, margir tónlistarmenn sem segja sko, þegar þú heyrir sko, gráti syngja með textaðinn þú eitthvað svo sem alveg upplifað það áður og upplifað það bara þegar þú varst 17 ára eða eitthvað en var það öðruvísi þá hvað er 17 ára, er það ég er 16 ára 16 ára er væntanlega lagið sem hann syngja framhaldsskólanum og þá byrjaði allir að syngja með og þú varst vísuðar að syngja það var þetta eitthvað öðruvísi þarna? Já, þetta var öðruvísi sko þetta var öðruvísi sko ég veit ekki hvernig ég útskýra það sko en þetta var bara öðruvísi þetta bara hittaði öðruvísi Jón Jónsson var ég hitt hann eftir Bubba tónleikana hann var hann að baksviðs aðeins að heilsa upp á kallinn og hann kom með mitt upp með mér og sagði bara hvort hann hafi sagði ég væri kaldur eða eitthvað og ég læt höllina að syngja með bara já. Og þetta er svo nýtt lag sko það er eitthvað við þetta lag að ég bara einhvern veginn fann að þau myndi tekja lagið og já, ég veit ekki, það var eitthvað öðru sjá ég veit ekki hvernig ég útskýra
Þetta var svaka út að þetta er tiltölulega nýtt lag að láta krát heila höll syngja það er alveg smá riski sko en ég bara fann það einhvern veginn þegar ég bara gekk á svið að bara þjóðin á þetta lag núna bara og þetta er orðið svo mikið eitthvað svona þannig lag að bara syngjum þetta saman. Ég meina, í brúðkaupinu sem ég var á Seyðisfirði þá var bara 6 ára strákur upp á sviði að syngja lagið bara frá A til Ö. Já, komin heim, einmitt. Þetta er bara einhvern veginn þannig lag og ég veit það ekki. Þannig finnst það að sjá að syngja þetta og kannski skilur ekki textan. Einmitt, það er pappi voru að rífast, pillubóksi var að tínast. Þetta er ógeðslega fyndið með krakkana og þetta er alveg vinsælt hjá yngstu krakkanum líka, þetta lag. Og þau eru einmitt bara að syngja pillubóks og bara engin heima til að hugga hann og ég bara shit, hvað maður búin að gera en þetta er líka falleg skilabóð og ég held að þetta sé alveg ég fengi mikið af skilabóðum frá foreldrum þar sem þau eru að útskýra textan bara, og þetta er alveg bara þetta er bara gott spjall við barnið þitt, skilur við. Já, ég meina, eins og bara dóttir þín, útskýrð þú fyrir henni eins og bara þín æsku og skilabóðin textanum og Já, sko, í gegnum tónlistina, sko, ég hef ekkert fundið mig knúin til þess að gera það, sko, en svona, einmitt, í gegnum þessi lög, hún er alveg að pæla, öll þessi lög er eitthvað hella dótt. Já, en skilur hún eða? Já, ég hugsa að ég bara hafi útskýrt það vel að bara, þetta var bara staðan og En hefur hún ekkert svona spurt þig eitthvað svona, börn hafa svo mikið áhuga á eitthvað svona fortíð foreldra sinna? Já, hún hefur alveg spurt þannig en ekkert eitthvað bara eitthvað á léttunótunum. Ég held ég eftir eitthvað svona Kemur að því, sko? Það kemur úr glæði, sko. Já, og ætlar það bara rosa opinn eða ætlar það svona takið Ég hef ekkert pælt í því, sko. Nei, ok. En ég hugsa að sé líka alveg bara hollt fyrir krakka að vita, þú veist, þetta er ekki, öll heimil er ekkert eins og hjá sumum er erfitt og mér finnst alltaf að segja frá þetta, lífið er bara sigur í dag sko, þetta er bara sigur ganga þannig að það er svona auðveldar að segja frá því bara já, þetta var bara svona, skilur og svo kannski hún verið eldri, þá getur við farið aðeins í meiri dítela og eitthvað svona en ég held að við eigum það bara inni eitthvað sko en mér finnst bara svo fallegt með lagið með, komin heim þó að sé vesen heima, þá heima er alltaf heima já, það eru basically skilabóðin sko og það var bara ég, þegar ég var krakki, það var alveg bara svo eftir skóla og svona, þetta var alveg svona hella að hugsa þetta til eitthvað, allir að fara heim eitthvað, hella heimi á mér, það var samt heima, skilur, samt kókaböss til og eitthvað sko. Já, kókaböss. Alveg mjólk og eitthvað, skilur, þú veist, þetta er bara heima. Já. Þannig að ég get ekki farin eitt annað. Það var aldrei kókaböss um mér. Nei. Bara á jólunum. Já. En sóttur þá í að fara eitthvað annað, heldur heim til? Nei. Eins og ég hef sagt áður, þú veist, ég hugsa að þetta er sko mín æska, þetta er mjög stutt tímabil hjá mér persónulega en ég líka bara að syngja eins og fjölskylda mín sko, systkini mín þau voru alveg í ruglinu meira en ég sko meira svona eitthvað fósturheimili og eitthvað svona en það var annað tími, það voru eitthvað 2 ára sem var allt í rugli hjá mér af skólaárunum sko Hvað varstu þá gamall? Fyrstu árin bara 6 og 7 ára 7 og 8 og svo kom hann að Svo kom hann einmitt þegar ég 10 og 11 var líka svona öðruvísi rugl sko, þau voru svona edrú en allt einhvern veginn rugli. Er þú þreyttur að tala um þetta? Svona, ég nenni ekki alltaf að vera að tala um þetta tímabilana. Nei, ekki tannig. En ég hugsa kannski, stundum hugsa ég að fólk sé kannski þreytt á að hlusta á þetta. Nei, ég held ekki sko. Það er svona sem ég fór einmitt, við erum að gera þætti núna hérna hjá RÚV sem verða sýndir í haust. Og við erum einmitt að fara á okkur á dýftina þar og hún var einmitt að tala við mig eitthvað hún var að spyrja mig eitthvað, ég hugsaði meðan ég var að svara meðan hún var að spyrja mig bara ætli fólk, þetta er eitthvað svona syndrom hjá mér, bara ætli fólk sé ekki komið ógeðslega fucking nóg að hlusta á mig tala eitthvað hérna, já, svo var pabbi hérna og mamma hérna eitthvað en þetta er bara staðan, skilur og við bara Ég skilur að þú hugsir það en það sjá ekki allir allt sem þú gerir, skilur Svo var eitthvað sem sagði það einmitt um mig, bara það er fullt af fólki sem sá ekki þetta, sem sér þetta Nei, svo er ekki að pæli því að 24/7 heldur sko Nei, veist, þau eru búin að gleyma því kannski að þeir eru æsku eða eitthvað, skilur það er engin að pæli Nei, en maður sjálfur er náttúrulega bara með sjálfan mann 24/7 sko, þannig að Hvernig byrjuðu hraðfréttir? Það er bara spurning sem maður spurður endalaust staði viðtölum og maður þakka á ég fyrir að segja það oft En þú veist það man ekki eftir því, það er ekki að pæli því Nei, nákvæmlega Og svo er maður oft óvart með eitthvað svona öðruvísi svör Ég er líka alltaf að passa mig á því En þetta er oft svona eitthvað Ég meina, segðu bara Bubba, hversu oft heldur hann að tala bara sína neyslu og það sem hann hefur gengið í gegnum Ég er ekki ennþá komið með ógeða því, sko Ég held ég sé farin að fá ógeða því Ég man það ekki eins og þannig að samt ef ég örugglega heyrt hann tala um það, sko Þannig að þetta er alveg góð punktur, sko Hann var edrú, sko, 38-9 ára
ég var að komast að því bara í fyrsta skipti bara núna fyrir stutti sko. Ég held ekki að það hefði verið miklu fyrir sko. Svo reynda fyrir sig erlendis, ég tók eftir því í þáttunum hana sem að Gunnlaugur Jónsson gerði fyrir RÚV. Sástu þess að þætti það? Nei, ég á eftir að sjá það sko. Já, taktu þá. Þá var eitthvað að fjalla eitthvað, hann fór eitthvað til Norðurlandana og var að syngja á ensku og það bara var ekki málið. Þess vegna þessi lög til á ensku. Ég hef sé stundum nokkuð lög hjá honum á ensku sko. Já. Og það var bara ekki hann. Nei. Það bara var ekki Bubbi að syngja á ensku sko. En svo munum við ekkert eftir því hvað sem þú veist, Nei. Bara gera bara gera og þú veist, já. Við hefum nú rætt þetta áður, þú ert búin að búa til vinsælasta lag Íslands núna seinasta árs núna á liðinu ári sem af ári sem 12 mánuði eða whatever allavega sem af ári já, að fylgja þessu eftir ég veit og hugsa svolítið út í þetta en svona, hvað næst hjá þessum tónlistarmaður eitthvað já, sko, ég hugsa að sé samt líka mjög mikilvægt að þú hafið svo sem ekkert mikla reynslaði en ég held að sé mjög mikilvægt að passa sig þarna með næstu skref að ofhugsa ekki allt of mikið nei. Sem ég get farið í sjálfur sko. Þetta verður ekkert endilega leikið eftir þetta lag en svo kemur annars svona lag sem þetta 5 ár hjá mér en það er svo mikilvægt líka bara að halda áfram gera, gefa út en já, við erum einmitt bara í því ferli núna en ég bara svona ekki alveg með svari við þessu hvað það er það er alltaf bara góð tónlist sko. En samturu ég er komin heim á gítar eða píanó? Nei, já, ég segi sko, Þormóður byrjar að spila við erum að hlusta á held ég við erum að hlusta á eitthvað gamalt country, bara eitthvað amerískt country bara við erum eitthvað að hlusta á þetta svo kom eitthvað svona, geðveitt einfalt eitthvað svona, en við gerum bara eitthvað svona og þá erum bara með bara eitthvað pælingu og hann býr til, hann er svo snöggur sko, hann bara býr til komin heim, lúpuna sko og ég byrja bara að syngja eitthvað ég finna að ég komin heim svo hugsaði bara strax en að segja eitthvað ógeðslega hellað alltaf á undan ég komin heim þú veist, þegar eitthvað svona að gerast finna að ég komin heim og þetta var svo hrest eitthvað svona þú heldur í raun og veru sko þegar komin heim byrjar gætur þú trúa bara kartöflugeymslan sé að byrja eitthvað svona eitthvað svona geðveitt svona jolly lag þannig að svona kontrast í að tala um eitthvað hella dót í svona ljós í svona björtu gítarspili þetta kom bara mjög fljótt sko þessi hugmynd, þetta bara gerðist sko geðvitt. Heitir komin heim, ekki ég er komin heim heitir komin heim já, ekki ég er komin heim en það er annar lag já, sem heitir samt ekki ég er komin heim það heitir eitthvað ferðalok en við vorum einmitt með það þú veist, eitt svona, er þetta ekki eitt mest iconic íslenska lag bara, þetta ég er komin heim jú. Við vorum eitthvað, þú veist en við komumst ekkert upp með að skýra okkar eitthvað annað en komin heim eða pælið í því við segjum komin heim 12 sinum ég tengi þessu lög aldrei saman sko eitthvað mikið sko nei, sem betur fyrir sko þetta virðist hafa öðlast bara svona sitt líf já, ég er komin heim er orðið bara svona eitthvað tjant á Laugardalsvellinum ég held að sé enginn að spila það nei, ég hugsa að þú hlustar ekkert mikið á það sko það er samt fallegt lag sko já, en maður fær bara svona eitthvað HM, nei, EM 2016 ég hugsa bara um fótbolta því ég hugsa um það sko já en við klálega, við hugsaðum einmitt það hefði alveg verið næs að eiga einhvern annan titil fyrir þetta lag en það var bara ekkert nei það var bara ekki búið nei, og það er alltaf leið já, en hvað er ekki framöndan eða? Jú, það er náttúrulega ég er náttúrulega Tyrklandi, já hvernig var það? Er Tyrkland að koma aftur inn? Nei, sko, Tyrkland aftur, ég held að sko, fólk sé bara viti ekki svona af því sko. af Tyrklandi? Ekki af þessu svæði sko. Við viljum meina við fjölskyldan að svæðið sem við vorum á sem Beleg, sem fullt af Íslendingu fara í golf á svona, ég veit það ég held að þetta sé bara næsta tenni þetta er, þú veist, ég held að það verður einhver Íslendingar sprengja hana á næsta árum en við nennum ekki að fljúga svona langt sko. Er þetta ekki ekki að fara þangað jú, en sko það var náttúrulega beint flug með Play já, okay. Við tókum fyrsta flugið með Play í fyrra já. Okay. Fyrsta flugið til Antalya Beleg, beint flug þetta er, ég er að segja ykkur að þetta er svo geðveikt svæði þetta er bara, þú veist þetta er bara, mér líður bara eins og Íslendingar viti ekki af þessu sko ég er bara komin til Istanbúl og svo í útskiptaferð í Vestló sko. Þannig að ég á svona þessi svæði eftir já, hvar varstu að útskipta? Það var eitthvað Club Big Blue Antalya sko. Var það? Já, það er sama svæði já. Þið fóruð þangað, hvað fyrir mörgum ára þá? 20 ára Þið eru náttúrulega 48 ára, eða ekki? Jú
En 2008 Nei, þá ertu bara komin í einhverja svona menntaskóla, sko, fyllir í spúblu, sko, sem að... Já, en það samt sama sæði, sko. Og ég að tala Antalya. Já. En Belek, en þetta náttúrulega þetta bara svo næs, sko. Við fórum bara á eitthvað svona hótel. Þetta eitthvað svona gated community. Þú bara ert að spila golf, En hvernig finnur þetta? Ertu bara Nei, ég var bara, eldi bara bróður minn, skilur, og núna erum við bara, eins og dóttir mín sagði bara síðast í morgun og við vorum í skólaslitt bara í dag. Og við vorum ekki að tala hvað þetta með gerir sumar, hún bara Tyrkland. Hlaðfréttir í boði Thule, það uppáhalds bjórun okkar. Kjörís, já, mjúkísinn frá Kjörís, mjúkíspinnandir maður, er þetta grínast? Það er góður Já, ég elska þetta sko. Já, ég er enda líka búin að vera svolítið í Pólís-ísnum. Hann er góður fyrir krakkana. Krakkarnir elska Pólís-ís. Svo er búið Atlants, olíu og við erum aðkeyptir fyrir sparistöðinni sem í þín tilfelli fann að væri náttúrulega hérna á Sprengisandi. En þar velur þína sparistöð og þú færð allra lægsta verðið þar. Þú getur alltaf breytt sparistöðinu líka. Þetta er bara besta land í heimi. Þetta er svo næs dæmi, sko. Þetta dýrt eða? Þetta er svolítið dýrst, en þú tekur bara svona all-inclusive dæmi og þú brotnar ekkert veskið, alla ferðina. Já. Þú ferð ekki einu svona, sko, í bæinn eða neitt, þú ert bara á hótelinu, sko. En er þetta faran í janúar og það er heitt? Nei, væntanlega ekki. Jú, getur við farið það. Við förum hana í februar. Og var alveg heitt? Nei, við vorum ekki í februar. Jó, Nei, við vorum í mars, kannski. Já, mars. Var alveg heitt? Já, ekki heitt, nei. Það peysa á kvöldin og... Mögulega peysa á kvöldin, já. Ekki samt úlpa neitt. Aldrei úlpa, en peysa á kvöldin er eitthvað svona sem ég fíla bara. Já. Eða þú veist, langarma bólur á kvöldin. Já, líður betur á nóttina, sofa líka í því. Já, þú veist, þegar þetta heitt tímabil það er bara of heitt. Finnst mér, ég verð svo pirraður. Já, það er allt of heitt. Ég verð svo mikið, sko, ég veit að þið hafa ekki séð en ég get verið rosa skapstór. Ég er svona bouncy, sko. Það þarf mikið til að pirra mig. Já. En þegar þú ferði yfir mörki mín þá springurðu. Þá springi ég alveg, sko. Ég passa með því. Og veist, nei, það er bara eiginlega sólin. Þegar ég er svona í hita og það er kannski einhver börn eitthvað þá alveg bara svangur onni það. Svangur er mitt, sko. Ekki búin að tannbursta Stelpa mín eitthvað kannski ekki að hlusta á mig. Ekki búin að tannbursta þig. Ekki búin að, jú. Er það ekki inn í þessu? Jú, það er alveg hræðilegt. Þá snappa ég. Lóðuna tennur. Það er ekki lendi í. Ég veit alveg hvað það menar, sko. Það er sumir sem tannbursta sig ekki á kvöldin, sko. Nei, einmitt, þá snappa ég. Nei, ég tengi þetta að tannbursta sig ekki, svo tannbursta maður sig og það er svona svíður svona þegar maður byrjar að tannbursta sig. Hæ? Já, ég tannbursta myndum ekki í brúðkaupinu í 3 daga. Vímaður. Það er enda rosalega, sko. Ég var nú bara að tala um sólina. Já, ég fór bara að hugsa hvað pirrar mig, skilur. Já, ég brjálaði skapinu ef ég tannbursta mig ekki. Ok. En við fyrir maður þessi gegnum þetta. Varstu ekki með tannkrem og tannbursta? Það skiptir ekki máli. Þetta er 3 dagar, eða ekki? Jú, þetta er 3 nætur og ég glemdi tannburstanum heima en ég tannburstaði mig ekki heil helgi. Fórst ekki í 10-11 eða eitthvað? Nei, þetta var bara eitthvað svona þannig stemming, já, ég er bara leiðis að gerast og því ég tannburstaði mig kom heim það var bara svona vond. Nei, mér bara, ég get ekki farið út úr húsi. Þetta snýst líka bara bara sjálfsvirðingu. Já. Ég skil hvað mennar en ég gæta það ekki, sko. En ég var lent í það sérstaklega í svona ferðalögum það tekur ekki tannbursta með getur ekki tannbursta sig í smá tíma en ég veit ekki með 3 daga það er bara nóg að nota bara fingurinn frekar, sko. Já, bara gera eitthvað. Nutta einhverja viðveru þarna uppi. Tannbursta sem er fingrunum. Ég ætla að fá bara flúorið og eitthvað, bara gera eitthvað. Ef þú ert með eitthvað skán, skilur, þá bara... Sko, samt er þú alltaf að fá skemmtir en ekki ég, sko. Það er bara eitthvað genatíst, skilur, og ég borða meira namn með þú. En eins og flúor, er það að nota svona flúor, svona munnskól og tannþráð? Ég hef alveg notað, sko, ekki tannþráð. Maður á alltaf að nota það miklu meira. Tannburstar er dóttir þína, hún er 6 ára. Já, en hún er farin að tannbursta sig sjálf, sko. Já, maður er að passa þetta, maður er að tannbursta lengur, sko. Já, en ég vil segja það, ég er yfir henni, sko. Já. Og svona, já. Vitið þið hvað maður á að tannbursta sig lengi? Það er allt og langt, það sem maður á að gera. Já, það er allt og langt. Það er ekki bara korter eða eitthvað. Það er bara eitthvað allt og langt. Sko, það er eitthvað, sko, einmitt, ég sá þetta eitthvað dag. Ég átti tannbursta eins og fyrir krakkana var ítt á eitthvað svona ljós og maður átti tannbursta þannig að ljósi sloknar og það var bara, ég náði aldrei, sko. 2 mínútur, mér finnst það nú alveg fínt. Það er kannski fínt, sko. En það er erfitt með börn að busta í 2 mínútur, þau verður svona pirruð og... En þeir þurfa líka mun að taka, það þarf að horfa á þau, sko, og kenna þeim að það þarf að taka undir og yfir hérna, ekki bara tannbursta svona í 2 mínútur.
Já, svo fer bara eftir börnum sko. Ef ég leiði syni mínum að tannpesta sjálfur þá bara lígur hann að mér og segir hans í búin að því en dóttir mín, hún er bara fullu og bara gerir þetta Svo byrjaði ég að nota tannþráð þegar einhver sagði mér sko, ég held að það veri Heiða bara sem sagði mér sko, prófa að finna lyktina af þráðunum eftir notkun sko. Það er ógeðslega lykt. Það er ógeðslegt, þetta er geymsla. En getur ekki bara tróðið puttanum í kokið og erum við fundið lyktina af puttanum? Nei, matarleifarnar eru inn á milli. Eru hérna. Þú nærð því ekki með tannbusta. Matarleifar, bógin skeið. Hugðu söngum þetta sko. Jú. Að tannþráða tannþráðin. Þetta er Rómeó og Júlía er bara þetta eru tveir fíklar sem notu aldrei tannþráð. Ég sá þetta klippu hvernig hann bjóð til lagi Rómeó og Júlía á samfélagsmiðlum. Það er ógeðslega merkileg saga. Já, hann samt á Staðafelli og maðurinn sem hérna er lagið samið er á lífi. Já, er á lífi og er edrú. Já. Atli. Já, og bara leit heldur vel út. Já. Ég ætla að segja eitthvað varðandi skólaslit. Já. Hvað finnst okkur þetta þegar þú ert að útskrifast úr 7. bekk eða 10. bekk að vera að gera óbáslega mikið úr því? Já, þetta er alveg pælingi sko. Mér finnst við gera óbáslega mikið úr öllu í dag sko. Það var alltaf börnin skilur eins og þegar við útskrifast bara þegar við hættum í skólanum í 7. bekk bara ég í grandaskóla þá var ég bara hættur í skólanum og búið. Það var ekki en athöfn eða neitt. Já, þannig, ég skil. En nú er þetta skilur það var aldrei kallað útskrift en nú er þetta útskrifast úr hverjum einasta bekk sko. Og það er alltaf athöfn og blóm og skjöl og mér finnst þetta voða sætt þegar maður sér krakka sinn fá eitthvað blóm og eitthvað þannig að ég get ekki annað en svona þetta er sætt, þetta er kannski bara ómikið. Þetta er ómikið, ég er sammála. En þú ert ekki með börn í skóla, hvernig ertu að tengja við þetta? Ég er bara að sjá á myndum á samfélagsmyndum skilur það er fólk að útskrifa bara því að hann var að helvitis útskriftir maður þegar ég var krakkið og bara fekk maður ekki neitt og fór bara heim. Já, þetta er svona gamli kallinn ekkert kókópöfs og svo bara fór ég að sofa. Já, en kannski mun ég útskrifa börnin mín skilur með einhverju hverju einasta ári, ég veit það ekki kemur ljós, en já, þetta fór aðeins í töðunum. Já, ég skilji það fór aðeins í töðunum. Ég skilji, en þetta er alveg hérna, er þetta ekki bara eitthvað sætt? Ég ætla að bjóst við að fá eitthvað feedback frá okkur. Já, ég er alveg með þér með allt bara, það er sko ekki bara þetta, heldur bara allt sem við gerum, það er sko haldið upp á allt og það er bara, allt orðið svona svolítið hérna hátilegt. Já, þú veist, það er bara eða þú það liggur við að einhver haldi bara ammali að misti 2 kíló eða eitthvað, þú veist, það er bara svona Já, þetta meina bara samfélagið Já, það er bara svona haldið upp á allt Baby showers og þetta Baby showers eru til dæmis orðin bara, þú veist, það er bara hellu veisla, skilur Já, ég held svo með veislum sko. Já, og svo er ég þar líka einhvern veginn, ég veit það ekki Það er ósammála ykkur Já, þetta er kannski, sko, já, eins og með bara með steggjanir, skilur það er ekki nóg að steggja heima, það farið útlanda og allt þetta, skilur, auðvitað bara frábært en það þarf samt ekki Það þarf ekki, sko Og ertu þá á móti? Ég skil ekki Nei, ég er ekki á móti þessu, ég var meira að tala um útskriftir barna úr skólum Ég fór að tala um mitt, sko Það er maður, já, en var ekki svona fögnur þegar kláruð til minst 10. bekk? Nei, mann er bara hent út, sko Já, ég man ekki eins og eftir að hafa kláraði ekki alveg örugglega 10. bekk Jú Nei, þú bara hættur í skólanum, takk fyrir komuna Jú, en var ekki samt eitthvað, fekk maður ekki eitthvað svona plagg og tókst í hendurnar á Nei, það var ekkert svona, allavega í Hagaskóla var bara Varst í hvað skóla? Já, varst í Hagaskóla Þið voru svo mörg líka, eða ekki? Þið voru mörg og óþekk Já Það áttum það ekki skilið að fá útskrift Kannski bara slæmur árgangur Mögulega Þetta er alltaf, ég var á tíðanbíl í Hagaskóla Þetta er alltaf hvað? 80 Í Kristmyndir Þetta er 99 Þetta er 2002 eða eitthvað og það var tíðanbíl í Hagaskóla sem alltaf verið að sprengja klósettin og stela háinu af Hagaskóla þannig að það var Agaskóli Agaskóli, já Það var svona stemningin En ég var ekki að því, skilur Benni prófaði hass í 10. bekk Já Býtu, var ekki Dabbi Tjé eitthvað starfna í kringu því hann í Hagaskóla? Hann var með mér í árgangi Toppmaður Og Gauji, maður þetta Gauji og Jónur Já, þetta er allt toppmenn Allt hérna munda bara núna Ég þekki nokkuð Þú tengist mörgum Já Leist upp til Dabbi Tjé Já, Dabbi Tjé var svona hérna Vá maður, ég held að fólk fatt ekki hvað hann var sko fyrir okkur hérna ungu röpprunum sko, hann var stór maður Hann byrjaði ekkert í því fyrir bara eitthvað eftir á það ekki Hann var ekki byrjað að rappa allavega minni mig ekki í þarna sko Hann var alveg legend fyrir okkur sko hann er alveg bara á alveg stóran þátt í að maður byrjaði að rappa Dabbi Tjé og þessi gaura sko Svo fór ég að hlusta á Rottweiler og eitthvað svona sko Dabbi Tjé var bara svona gateway into the gateway drug sko Hvað er svona frægastur veginn að Dabba?
Það er Gremja, ég hugsa að það sé stærsta lagi hans og svo lag sem heitir Þröngar píkur sem að er auðvitað bara eins og það er sko og hann sprakk aldrei úr þessu undergroundi sko almennilega ég veit ekki hvað hann hafi viljað það sko það var óa lítil sena í gangi þegar hann var Já, mér vænt þetta bara, ég kynnist honum bara í sporthúsinu og hann er mjög almennilegur sko Já, með mér í bootcamp og Já, svo fór hann að hann var körfuboltadómari svo var eitthvað skandall þar daginn Já, ég veit ekki alveg ég ætla ekki að kommenta á þetta Nei Ég held með mínu manni bara Já, en hann er allavega bara orðin eitthvað svona körfubolta sérfræðingur í sjónvarpsstundum og svona Hann er flottur Já, hann er geggjað sko Ég svo er ég bara að snúa umræðan í eitthvað annað en það er bara fínt þeir eru búin að sjá stelpuna sem var að pissa fyrir framan fólk Já, í 7 tíma 7 tíma á dag Já, 6 daga í röð já, á Satún Þetta er bara gjörningur einhvers staðar já Er þetta á Íslandi eða? Já, þetta er bara íslensk Er stelpa þetta svona Almar í kassanum, eða ekki? Er þetta ekki svipað? Þetta er svipað dæmi sko Hún heitir sem sagt Lísandra Hvernig getur hún pissa straight í 7 tíma? hún sérðu myndin af henni hérna hún situr á klósetti og með vassflöskur við hliðin á sér svona vassflöskur eins og þú ert alltaf að drekkur Já og svo bara drekkur, situr bara drekkur og bara pissar og svo safnast pissið í eitthvað svona geimi fyrir neðan Já Sérðu, Og hvað er pissið er komið í geimi Já, og hvað er planið? Hvað er planið? Já, hvað er Þetta er bara planið með gjörningur annars sem Almar í kassanum var ekkert plan Nei, Þú veist. kannski Það er bara svona list eitthvað Sjáðu pissið Já, hún var einmitt að segja að þurfti að passa sig að fá ekki gillinætt Já, ég hemmitt Situr hún allan tíman? Já, Hún er komið gillina Já, 100% sko Hvað er gillina? Gillina er eitthvað, mér minnir að ég að fengið þetta bara að sitja í hálftíma sko Þetta er svona kúla sem kemur á rassin Eitthvað svo leis Já, rassin fyrir ekki út Þetta er alveg nasty sko Já, ok, hún mættir að tala um það Já, Nei, þetta er bara svona gjörningur skilur og hérna þetta er svona Skilurðu? gjörningur sem vekur athygli allt sem er svona eitthvað skrítið eins og Almar í kassanum var allsbyrinn í kassa bæði að kúka piss og fróa sér sko já hún er þetta bara að pissa en ef ég vita þessu ég vilja fara sjá Hefurðu hún að mætt? pissa, ég beði einu sinni Bara til að geta sagt frá þessu Já, þá var ég búinn að já, bara ég er hérna með henni Já, já. við söndri, hún var að pissa rétt í henni Já, ég veit ekki Nei, mér langar En ekki minna, að gera kemur aldrei einhver kúkur eða? Þú veist, hún lítur að kúka Hjá henni? eitthvað inn á milli. Pissar hann bara? Góð punktur Þið ekki að þið sitjið inn á milli kemur kúkur En þú veist, Getur ef ekki þú bara, ert líka bara að pissa Nei, Halda þú ert kúknum nú inni. samt inn á milli, það er ekkert eitthvað Nei, það kemur ekkert Hvað minnur Hva- Minnur slýsast eitthvað Ef þú sætir á klósett í 7 tíma þá myndi einhvern tímann koma kúkur eðlilega Ég veit það ekki Nei, ekki hún Ég er bara ekkert sammála því tímastilt eins og Ég meina, Hún mænti alveg að passa sig á því Bara að það Já, kom já. ekki bara heldur hún minni eða það er fullt af fólki sem kúkar ekki frá 11 til 5 skilur Já. og þá er það bara tíminn sem hún situr úr klostinu Já, og getur maður ennþá séð þetta? Er þetta einhvers til sínis eða? Hún er búin eða Ég held að þessi gjörningu sé búinn sko Já. En þetta er pirrandi að sjá ótrúlega þetta merkilegt sko En hvar er þessi Almar í dag, vitið þið það? Herru, hann var Alltaf sé forstjóri eitthvað eða eitthvað svona Nei, hann var eitthvað frétt Almar. Hann var að gera eitthvað. Já. Ég man ekki alveg hvað Jú, hann var. býtu, hvað Almar já, býtu Almar var eitthvað, hann er orðin eitthvað kall sko Já, hann var að bjóða sig fram í eitthvað. eða eitthvað. Var hann í frambúði? Nei, ég man það ekki. Hann var eitthvað svona Almar í kassanum, bum, 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 gerir eitthvað. Já, Hann var eitthvað svona. sko Ég get ekki minna hvað það var. hann er alltaf með heimasíðu sem heitir bara Almar. almaratlason.is sko. Já, Já. Listamæður. Vekja Já. þetta í glásir. Já, Það er sniðugur sko skiptir máli, sko. Já, en djúðlang bara að vita hvað hann er að gera í dag Já, hann er alveg, þetta var alveg flott hjá hann sko Að vera í kassanum Já, flott hjá hann, ég er stoltur á hann Hann ætlaði að sækjum eitthvað hjá Fox sjónvastöðun að vera í einhverjum kassa Alveg rétt. í sambandi við annan HM kassa. Já, já, var þetta eitthvað að horfa á HM í einhverjum kassa Já, mínar og þá fækst einhvern pening eða eitthvað, það var eitthvað slis Og hann er alltaf tíman í kassanum. Hann var reynda frábær í því sko Já. góð reynslu Já. Já, en Fannar fór henni inn í kassanas nei Jú, þetta var atri. Herðu, ég man eftir þessu. Já, þetta var ógíslegt, sko. Ég snappaði á Benna, sko. Ég bara ætlaði ekki að gera þetta, sko. Ég tróð mér svona hálfum inn í kassan og eitthvað svona, var eitthvað, eitthvað að djóka inn í kassanum. Býtum, hvenar? Þetta er bara Var þegar hann þetta var- nýbúinn? Nei, hann var bara ennþá inn í kassanum. Nei, fókst í kassan þá? Já, hann var í kassanum og við fórum þangað og ég eitthvað svona tróður eitthvað höstu minn og var eitthvað. Oh, Já, það var ekki Hvernig var nei, listin? sko. Hún var bara ekki góð, sko. Eðlilega, skilur við. eðlilega Hann var ekki búin að tampust þessi í 3 daga og allt í rugli, sko. Já, Hann var bara eins og, brjálaður, sko. bara eins og þú Ég var alltaf að ljúga því, sko. Já, Já, ég auðvitað tampust það mig. já, já Nú, Já, ég lögði því, sko. En það kom eitt svona 12 tíma tímabil, þá fekk ég svona smá, Já, já. það er vont. Já.
Herru, ég hugsa óslega mikið það vorum við ekki að ræða í gæri eða eitthvað svona quality over quantity þegar kemur á listum og svona, eða bara að skapa bara hugst í gæri sko hvort maður er óslega duglega að gefa bort óslega mikið eða sitja því og gefa út færra og betra. Hvað skal það fara? Ég veit nákvæmlega hvort það er. Þetta er mikið rætt hjá fólki sem er að búa okkar til. Já. Og þetta er smá ströggl sko, þegar maður þarf að finna einhvern milliveg. Maður má ekki bara gefa. Men samt sumir eru með það teik sko að gefa bara og gera og vera bara doer. Sé bara relevant og consistency og allt þetta. Ég er meira svona quality over quantity, ég gef ekkert alltaf mikið út en svona vanda mig svolítið mikið og eitthvað svona. En stundum getur maður ofhugsa líka og dotti í eitthvað. Já, hvað er allir Bubbi sé? En sko, út af við töluðum Bubba áðan, þetta er gott dæmi, út af hann gefur bara eitthvað út, hann hefur gefið út 800 lög við munum bara eftir góðu lögunum hvað sem er, þannig að það breytir einhver þótt hann hafi gefið út kannski 600 lög sem er ekkert eitthvað ekki nógu góð fyrir suma, ég elska allt sko en veist hvað ég meina, það mann hvað sem er enginn eftir lélögu lögunum þetta teiki hjá sumum sko hann gefur samt svona í 90% tilvika góð lög út eða ekki? Jú. Það er svona eiginlega en það fer eftir hvernig spyrir sko, ég hef alveg verið í heita pottunum í grái og það er bara, þetta er bara allt eitthvað þetta er bara þetta Rómeó og Júlía þarna það er eitthvað svona pyrraður þú veist, það fer bara eftir hvernig þú spyrir sumir finnst bara Bubbi bara mjög fáum reyndar, ekkert eitthvað alltaf góð en er þetta ekki svona eitt gott lag á ári bara fyrir tónlistamann, er það ekki bara solid? Jú, ég get alveg trú að það væri solid sko það væri alveg næst að ná fleiri samt sko en þú veist, eitt gott lag á ári eitthvað svona sem að þegar þú hugsaður hérna kannski 2004 þá hugsaður eitthvað lag með þessum 2005 hugsaður eitthvað lag með þessum þannig jú, það væri alveg gaman að ná inn góðu lag á ári en ég held að þetta yfirfært á bara hvað sem er bara þetta er allt góð lög samt bæði þetta er bara mjög stór Bubbalögin? Nei, bara núna eins og bara með mig ég er alltaf stoltur af öllu sem ég geri en svo er bara sumt sem springur og annað ekki en þetta er yfirfært að líka bara yfir fólk sem er ekki tónlist eða að skapa situr bara hugmyndum heil lengi og gera ekkert með það þannig að maður þarf að doer gera quality en samt quantity þetta er millivöður sko. ég held að það sé bara hvað er við að gera hérna Fannar? Við gefum 3 viku sem þykir mikið við sátum samt að hugmynd heil lengi að gefa út hlaðvarp já en ég meina hlaðvarpið er samt bara það er bara hlaðvarp þótt ég gefið út marga þið myndi aldrei komast upp með að gefa út eitthvað 1 þátt á mánuði það er ólítið það er allt ólítið og hann þyrfti að vera ansi góður já það er bara eitthvað og það er örugglega ekki það góðu þáttur út af því þið væri búin að ofpæla svo mikið og bara 100 gesti og er eitthvað svona stór þáttur eitthvað lifi eitthvað svona fullt eitthvað dóti fólk fíla þetta bara eitthvað spjall og bara eitthvað ég hef alltaf fundið bara þegar maður fer að stað og gerir eitthvað þá verður eitthvað til skilur bara svo þetta bara við sátum að þessar hugmynd og pælingu við eigum sko eldgamlan mixerina sem við keyptum sko árið 2015-16 það er að hengja hann upp hann þyrfti að vera hengja mixerinu sem áminning að bara kíla hlutina sko. en sko ég er að sjá hérna núna bara í svo fallega stúdíu bara by the way, geðið stúdíu takk mann líður ógeðslega vel hérna svo mikið hérna dótið sem þið hafi gert þið eru ekkert bara hérna hraðfréttir sko þið hafi verið út allt maður hefur gert tímislegt sko mann líður samt ekki þannig sko mann finnst það búið að gera svo hratt eitthvað mann finnst maður alltaf að vera en vitið hvað mér fannst þið vera bestir ég hef sagt þetta við ykkur áður ég veit þið er ósamlega hérna í söngakefni sjóasins þið voru að kynna það takk fyrir það ég veit ekki af hverju það er eitthvað svo sittur í mér fannst þið svo flottir það eitthvað við höfum gert það nú nokkur sinnum sko já, takk nei, þú veist, mér fannst það bara við höfum sko gert það nokkur sinnum bara svo vitir að en takk ég vissi hvort hann var að tala bara all over bara alltaf þegar þið gera það eða bara hérna síðast þegar þið gera það ég held að hafi verið, reyndar, ef ég var hreinskilinn ég held að hafi verið hérna síðast þegar þið gera það og bara eitt stutt, elskum bónus vel sko líka Nóa Sirius og ég er svo mikill aðdáandi af þessu nýja bíókroppi að það nær engri átt sko við erum að tala 4-5 póka á viku sko æðislegt sko en ég er núna meiri 1 set bitunum mér finnst það svona the classic to go to sko já og krakkarnir eru svolítið Nóa poppinu já og hlaðverðir elskar líka Ormsson farið endilega þangaði eitthvað vantar til dæmis þvottavél eða þurrkara nú erum við bæði þvottavél og þurrkara frá Ormsson frábærar vörur og frábær þjónusta ég tók það orðinu Fannar og fekk mér líka svona móðinsgardínur og gluggatjöld frá móðins.is þetta eru gæði já, talandi gæði, talandi þjónustu við komum heim til einn þegar mæla fyrir þessu og ég er með hérna frá þeim svona gluggatjöld hvað heitir þetta sem svona skikir fyrir skigðar gardínur þið vitið þannig að sólum komist ekki inn núna sofa börnin
svo vel. Heimkaup.is eru vinir okkar, hlaðfréttabræðra. Kíkið inn á heimasíðuna, það er oft tilboð svona efst á síðunni, nýtið ykkur þau og fá þetta annað sent heim til ykkar eða sækið þetta í mjóttina. Heimkaup.is. Já. Þarna í Er það ekki bara síðast þegar var Jú, það er síðast söngkeppni Íslands. Já, það var það ekki söngvakeppni núna. Þá fannst mér þið geggjaðir þegar að Vibe unnu. Já. Unnu Vibe senast. Já. Þá fannst mér þið alveg sturlaðir. Þú náttúrulega ekki þátt í söngvakeppninni. Já, 2012. Já. Way back. Klár Opal. Unnum símakostninguna. Já, það er bara snill, skilur við. Tapaði fyrir Jónsa og Gretu Salome. Já. Þannig það lag situr ekki eftir. Allavega fyrir mig persónulega. Nei, ég hugsa að gera ekki hjá neinum, en það var samt flott atriði sko. Þau unnu dómnefndin valdi þau og eru með okkur hann í 3. seti. Við lendum við unnum símakostninguna. Það var alveg svona eftir að hyggja bara fínt, en ég man sko þetta gerðist, það var maður alveg bara eitthvað svona sem er alveg valið pæling líka, bara svona ok, Ísland vald okkur, þú veist, þjóðin vald okkur, en við fórum samt ekki fyrir hönd Íslands. Þetta er alveg svona smá skriði. Ef þú pælir í því svona. Já. En það er eftir að hyggja er ég alveg svona smá ánægður að hafa ekki farið. Jú. Það er alltaf betra að vera í öðru seti. Já, það ekki. Það virðist lifa, þau lög virðast lifa svona betra lífi heldur en lögin sem að fara út sko. Já, svona allavega Frikki og monster maður. Og eitthvað Karen og eitthvað svona. Já, Frikki náttúrulega síðast skipti, það var í öðru seti. Já, ég man nú ekki hvort að það hefði verið eitthvað svona dómnefnd, jú það var dómnefnd og þjóð líka sko. Jú, þjóðin var líka eitthvað ekki til í Frikka þarna sem ég skil ekki alveg sko. En ég held sko að Frikki fengi sko fleiri atkvæði í fyrstu kostingunni en það voru 2 lög valin, svo var eitthvað einvígi og þá rústaði hún Frikka. Já, það er þannig. Sem er mjög skrítið sko. Já, það er bara þjóðin. Þegar þjóðin er komin í einvígi það er bara svona, já við þurfum að hafa góðan fulltrúa. Þetta er nú bara fín stelpa hérna. Ekki það hún hafi verið bara frábær skilur. En það gerist alltaf svona. Svo er þetta bara eins og þetta er sko. Bara, ég held að það líka bara verið fínt fyrir Frikka að fara ekki út. Ég held að hann sé ekkert eitthvað að gráta sig í svefn sko. Nei. En er það eitthvað sem þér langar, þetta? Að fara út? Já, klára þetta. Ég hugsa að ég sé meiri, ég er alveg svona, þú veist, það þarf þá bara að vera eitthvað, það þarf bara að make a sense sko. Þarf eiginlega að vera með garanteraðan sigur. Já, það er alveg þannig sko. Og ég hef fengið tvísvar held ég eitthvað svona boð, eitthvað svona hugmyndir lög og eitthvað svona. Mér finnst líka svona þetta fólk svona festist svolítið í Eurovisioninu sko, þessi keppendur alltaf svolítið sömu keppendur og mér langaði bara ekki að vera þessi típa sko. Nei. En ég horfa á þetta með dóttur minni og mér finnst það mjög gaman. Já. En þú færi bara með Bubba. Já. Það væri rosalegt sko. Það myndi vinna sko. Það myndi rosalegt, það myndi tapa samt. Já, en það má ekki hugsa þetta svona sko. En ég er sammálaðið, það var alveg ef við myndum lendi bara í 5. seti eða eitthvað. Já, það er bara einvígi, Bubbi og Krispundur versus bara, ég er ekki með neitt. Bara Karen. Já, eða hún til kannski, varst ekki bulla nafn? Nei, það lagar til Karen. Já, með honum Bjarni Ara. Já, nei, ég held að þú væri að tala um eitthvað. Já, Bubbi og Krispundur versus Bjarni Ara með eitthvað nýtt lag bara. Já. Bjarni Ara myndi einhvern veginn rústa. Já, það væri einmitt myndi rústa einvíginu. Já, en það er bara, það er þannig, en jú, mér finnst það mjög ólíklegt að ég fari í Eurovision. Já. Það er mjög ólíklegt, maður er komin á okkur aðra vegferð sko, en ég aldrei sé aldrei. Nei, heldur þetta að vera seinustu stórtónleikarnir að Bubba? Fólki mikið að debata það í heita sko, ef ég á að vera hreinskilinn, þá held ég ekki, nei. Ég held að hann er svo rosalegur. Ég held að hann eigi 36 inni. En hefur hann einhvern veginn gefið það út sjálfur að þetta séu seinustu tónleikarnir? Er ekki bara fólk búið að tala um það? Maður er svona, ég skil svo sem alveg fólk líka, þetta er kallinni 70 og eitthvað svona, maður er svona. En það var sagt um Stones og þeir eru 85 ára í dag. Og það var líka sagt um Bubba 2006 þegar hann var 50. Það er ótrúlegt. Nei, ágríns, það var bara geðið mikið um að bara, hann er bara 50, við verðum að fara á hann er bara eitthvað. Þú veist, svo er hann bara 70 núna og hann var bara, sko, hann var hoppandi og skoppandi allan tíman. Já, eiginlega nettari. Við vorum að tala um það síðast þetta, hann er svalari heldur en hann var í Idolinu. Já, miklu sko. Það er ótrúlegt. Þú talar um að glóði svo. Já, mér finnst bara ótrúlega að hugsa líka til þess að eftir 12 ár Benni þá verðum við 50 sko. Og þá verður þeir hljóta nú að fara að hætta þessum maður. Já, einmitt. Og gera hvað. Já, þeir áttu sýttu rönn þessir.
stráka Ég held að þetta sé bara breytast. Ég meina, sjáðu bara Rolling Stones og fleiri, bara þessar góðsagnir. Þeir eru bara að fylla tónleika að venju út um allan heim, sko. Bara hvernig einsta ári, sko. Ég held að þið séu að fara að vera sko 70 með, eru þið jafn gamlir? Já. Þið eru að fara að vera 70 með eitthvað svona live show í höllinni. Í höllinni? Já. Vá. Þá er þessi eitthvað annað en höllin. Og þá byrtum við þetta myndband. Þegar Kristmundur Axel segir þetta. Ángríns. Og fáum mig jafnvel í live showið. Og Bubba. Hann var svona 150. Já, hann ángríns. Hann tekur fjöllin að vaka eða eitthvað. Bara mun ekki deyja. Bara hvena fyrir hann. Hann er ángríns, hann tekur svona superhuman. Já. Hann er eitthvað Er hann geimvera? Gæti verið. Já. Hann er duglur að hreyfa sig. Já, en þú veist, það er allir duglur að hreyfa sig. Og hann er duglur að borða holt. Ég held ekki. Ég hef borðað með hann á súkkulaði, sko. Já, ég veit, en hann er ekki að gluða í sig bara hamburgurum. Nei, hann hugsaði vel um sig, það er alveg rétt. Já, hann er svona pælari, sko. En svo líka bara eins og með þess að löpp, sko. Það var algjört svona hernaða lindamál, sko, hjá okkur sem voru í þessum kampi, eða hvað sem það segir. Við vissum að þessu, sko, með löppi. Það er búin að sjá þetta. Já. Hann var sko stökkbólginn hann á mánudeginum. Hann sýndi með löppina. Hann bara, sjá þetta. Hún var bara þreföld löppin. Ég var bara eitthvað, ég sagði ekkert við hann, en ég hugsaði bara, þetta verður alveg vesen, sko. Shit. Og bara haltur og allt, sko. Já. Svo bara kom að þessu og bara fara að sá ekki á hann. Nei, það var ekki að sjá þegar hann var hoppandi og skoppandi þetta sviðinu, sko. En heldur hann að það ekki sprautað einhverju bara í löppina? Jú, mögulega. Jú, örglega. En þú veist, hann var náttúrulega líka bara vel teipaður og með sjúkraþjálfara frá Króatíu sem var með okkur allan tíma bara. Geðveikt skuggalugur, eitthvað. Já. Hann er ótrúlegur og bara endur til það, sko, að fá að upplega þetta moment með honum hann í höllinni var bara það er eitthvað unreal dæmi. Við vorum ekkert að tala um þetta einhverju ferð, strákarnir, bara þú voru veljaði besta bubbalag allra tíma. Já. Go. Við Gróttu, þú veist, bara ég vildi bara, þetta eru hraðfréttir, skilur. Já. Við Gróttu, þú veist, ég bara auðvitað væri, þú veist, Rómeó og Júlía er arguably bara betra lag en Við Gróttu, þú veist, vitið hvaða lag það er? Já. Þú veist, það er eitthvað svo, það minnir mig líka bara, það er allir með, það er að besta við Bubba, það er allir með svona einhverja sögur þú veist, þú heyrir eitthvað lag með Bubba og það minnir þið á eitthvað. Algjörlega. Og Við Gróttu minnir mig á, sko, þá er ég svona háhest hjá pappa á 17. júní eitthvað. Ég veit það ekki, eitthvað svona sumar, þetta er eitthvað svo hlýtt. Þannig að Við Gróttu gerir helling fyrir mig, sko, sem var 3. lagið hans hérna í höllinni, á svolítið snemma. Já, okay. Og svo erum við náttúrulega með Aldrei fór í suður. Mátt bara velja eitt, sko. Já, Aldrei fyrir suður. Hvað minnir það lag? Það minnir mig á bara eitthvað svona svipað, eitthvað svona edruhátíð eða eitthvað. Ég fór með mömmu og okkur edruhátíð á Staðafelli eða eitthvað. Já. Ég var allavega kalt, það býð allir. Já. Vá. Þú? Fjólublátt flauel, Þingmannagæla og Svartrákan. Já. Það var náttúrulega bara eitt, þú máttu bara velja eitt, sko. Já, fuck it, minn drullir saman. Já, hún var með ykkur. Fuck is guy. Sko, Fjólublátt flauel, hann tók það ekki. Það er vanmyndilag. Glæsilegt lag. Þingmannagæla. Það er svona lag sem Þingmaður og svaríðir. Sko, það er aftur sama svar þú segir, skilur, það er ekkert eitthvað besta bubbalagi. Nei, það er bara en það minnir mig bara á pappa minn. Við erum að keyra út á landi og hann elskaði þetta lag, alltaf spila Þingmannagæla. Svo því ég var unglingur, það var smá leim að það var upp á slæðið hans. Já. Pappi, það er miklu betur lög já. Þetta er svona smá cringy lag eitthvað. Já, svo því ég var eldri þá fór maður ekki að vænta það. En svo einmitt Svartur Afgan. Þar ertu bara komið með, held ég, sko, þar ertu bara komið með hið fullkomna lag, sko. Svartur Afgan og saman með Rómeó og Júlía. Þetta eru svona tvö, en þetta held ég alveg örugglega 2 stærstu lögin hans. En ertu bara komið með eitthvað sem að tengja saman bara kynslóðir. Og allir sem læra á gítar á sinn tíma líka læra þetta lag á gítar, sko. Og fannst cool að kunna það, sko. Þannig að það lag situr í mér, sko. Já, ég held sko að mest spilaðalag, já sko einhvern tíma sagði ég að því að það tengir eitthvað fyrir eitthvað tilbaka með þér. Já. En það er ekki nefnilega besta lagið, sko. Það er bara eitthvað sem ég fíla í því. En svo náttúrulega Mýrdalsandurinn sem er náttúrulega GCG sem er geðveitt lag. Það er geðveitt lag. En sko, Rómeó og Júlía er bara langmest spilaðasta lagið hjá hann. Já, Rómeó og Júlía er líka bara, sko, ég hef áður verið bara að eitthvað starf að keyra hjá Meðafellsvatni eða eitthvað og Rómeó og Júlía kemur í útvarpinu og ég fór að gráta. Þetta er bara fyrir 3 árum, stelpan mín aftur í og ég fór bara að gráta. Hvernig lagið byrjar og eitthvað og sólin var að setja þannig yfir Meðafellsvatni. Ég bara, slag er þetta, maður? Ég veit það. Og það er svo gott lag. Og ef hann er aldrei farið í þessa meðferð þá var hann aldrei samið þetta lag. Og hann samtið auðvitað, sko, hvað var aftur hittlaginn sem hann samtið þarna í sömu meðferð? Ég veit það ekki alveg.
var eitthvað annar lag Hann sko. alltaf tilningar þessum lögum bara meðferðinni sko. Já. Segir að þau bara eigi þetta lag alveg Já. að hann átti ekki að fá gítar sko meðan hann var í meðferð Einmitt. og hann bara grát bað gítar og ég man ekki hver gaf hann gítar en einhver yfirmaður þá bara kom þetta lag upp fyrir honum. Ég veit það, ótrúlegt Hefur þú með vakna svona og bara svona gubbast upp úr lag bara svona Nei, svona melodía, já, jú, ég tengi alveg við það sko að þær koma bara einhvern veginn sko og alls konar og þetta bara með voice tilbúið og Já, bara það er með voice tilbúið sko og bladra hann á voice Já, ég nota eiginlega, sko, ég veit ekki af hverju, ég opna voða sjaldan voice en ég nota bara Snapchat, ég tek mig bara upp á Snapchat sendir á Þormóð Ég seifa það bara, ég er bara með að seifa sniðugt. En þetta er einmitt nútíminn sko, af því að allir tónlistamenn segja þetta bara fá einhver hughrif og setja þetta inn á voice. Hvernig var það bara fyrir Bubba 95? Einmitt. Þú veist hann bara, penni, blað, skilur en hvernig á hann að muna melodíuna? Það er nefnilega málið, þú veist, hann þarf bara að muna hana. Já, það getur sko, ekki hún sett er- það í einhver grip, skilur Jú, þú manst gripinn frekar held ég, alveg örugglega, ég er náttúrulega ekki gítarleikari en Nei. sko söngmelodían, hún er svo, sko, það er það sem við erum að gleyma oft. Hvernig verður það aftur? Ég ætla að fara út, nei veitu, ég ætla að fara út, þú veist, maður gleymir henni. Já, Þannig að það er alveg Já. amazing að Bubbi hafa bara samið Rómeó og Júlíu en ég held að það hafi líka bara aftur á móti verið auðveldra að muna þar út og þú veist bara að það er eini sjensin eða eitthvað, ég veit ekki. Já. Ég held að fólk í gamla dag fyrir einhverju síðan var betra að muna hlutin Já, ég held við rötum ekki eins og bara upp í Nei. gravarvók nema að setja það bara í GPS sko. Nei, ég man ekki eins og hvernig ég kom inn hingað sko. Nei, það er bara að skemma þetta í okkur sko. Ég held að það sé líka bara út í undirmeðinni getum við gert svo mikið til að finna það út sko. en Bubbi bara, Já. hann bara varð að muna þetta eins og bara fara til útlanda í gamla daga, skilur Já. ekkert maps, bara Nei. kort Já. Hella dæmi bara, Trúlegt, maður mannti fóröldur sinu með einhverja risa kors Svenni út að beigja hérna tveir það er vitlaust. Þetta er búið að breyta svo mikið Gæti þið þetta í dag, bara leikti ykkur bíl einhverstaðar í Fraklandi og kyrt bara til Hollands bara með kort bara með kort Já. Ég meina, þú veist, Let's go. Já, það er hellað En Ég er til í það, sko. Já, það er Það er alveg gaman verkefni. Það er skemmtilegt það er svo fyndið að þessi orðið bara eitthvað svona mission Já, það er bara já. svona YouTube-innslag bara 3 menn með kort að komast til Hollands Ég meina man bara líka eftir öllum teiknumyndum og eitthvað svona, þú veist, það var alltaf svona kort út um allt eitthvað að keira og jafnvel sá sem er að keira með kort eins og í Guffa Grín Þetta líka, það var meiri svona conversation starter skilur, þú ert að spyrja næsta mann eitthvað hvert á ég beigja og þú talar Já. mann inn á bensinstöðinni og nú þarf fólk ekki lengur að tala saman sko. Ég veit það, Við erum Nei, bara að allt í einhverjum öppum og símum og, ég veit það, þetta er handónind ég er í alveg smá smegu við þetta sko. Já, Ég veit að þú ert það ekki nei, Nei, þú veist, þú pælir ekki í því. nei, ég pæla ekki í því sko. Nei. Við erum líka ósefberga hvað var hann til matselt, þú veist, eins og bara fóreldrar okkar í gamla daga gátt einhvern bara hrist upp úr einhverju Já, og það var bara einhver svona þú veist, en nú þarf maður að fara á YouTube Já, eða já, TikTok, ég veit hvernig það. maður En ég- gerir þetta, skilur. Held líka sko að matsælt í dag er orðin svo þetta er orðin of mikið frambóð Já. Þú veist, kjúklingur í alls konar jökki í gamla dag var það bara grillaður kjúklingur já, Ísa í raspi bjúa, skilur ég veit það var svo einfaldari Ég bara veit það. í bóði, Ég skilur veit það. Já, samt, ég meina þú veist alveg var ekki eitthvað svona fiskiréttur sem að vekk Ég meina mamma var ekki að hendi eitthvað butter chicken með eitthvað heimakjöru brauði og einhverju jógurtsósu ekki það. það er bara eitthvað, veistu, hvað bull er þetta? Það er bara kjúklingur það er bara kjúklingur í matinn Já, tómatsósa, sósu, svo brúnsósa, bæ já skilur Já, vorum við ekki að fá lasagna Jú, Jú, en þá er það bara lasagna eitthvað basic lasagna, skilur, það var ekkert eitthvað að vera að gera hvítisósuna frá grunni og eitthvað dót, sko. Nei, þetta er ógslag fyndi Ég veit ekki Já, alveg eldum bara svo fóreldur okkar, förum bara meira í Við grunni, erum, þetta er allt orðið svo mikið að öllu í dag Ég veit ekki hvað ég seifa mörg svona matavídeó á Ég líka. YouTube og svo ger ég ekki neitt af Ekki ég heldur, ég get ekki neitt að þessu Nei. Ég sá að mitt í gær bara og seifa eitthvað tortilla rétt eitthvað Já. Svo var hann juicy maður, Já. ég verð að gera hann sko En ég gera hann örgulega aldrei Var hann þáttur svona djúbsteka tortíuna Já, Já, á pönnu. einmitt og sita og það var búið til eitthvað svona, svona Raising Cane sósu, svona appisunugula, eitthvað svona mayo eitthvað svona dressingu sko Svo heyrir Já, svo heyrir þetta er allt eitthvað svona Svo fyndi, svo vilja krakkandi bara eitthvað basic maður leggur á sig að gera eitthvað Ég svona veit það. dót og þau vilja bara hakk tortillavefju Já, eða bara hvítan fisk og bara, eða já, ég hef náða með steikta fisk í gerð, dóttir mín varst það geðveikt eitthvað Þetta er líka bara langbæsti matur bara basic Líka bara auðvitað að gera það sko en bjúa, Bjúa er að deyja út Við vorum að tala um það um Bjúgan er að fucking deyja út, Bjúan sko. er að deyja út, það er bara Já. fakt Af hverju samt? Ég veit það ekki Hún er bara Hún er fín. gjössalega að deyja út sko En hvað er það við bjúuna sem er að deyja út? Ég Er bara veit okkar það. kynsla, okkur varst það ógeð eða skilur En mér fannst alveg bjúan fín sko Mér líka, en svona heilt yfir held ég Já. að bjúan hafi verið svona Já, en Svo í er dag fiskur bara líka já.
en bara í dag það bara bjúga bara, ég held að það sé búið að taka þetta úr skólum líka svona skólamat og svona það var stundum að bjúga aukstúður svona í skóla það er svo of unnin matur já, þetta er orðið svo rosalega unni, ég held að sé líka það þetta fellur á öllum svona næringaprófum já ég held það. En hvað er þá í þessu sem er svona unni? Það er bara eitthvað svona hvað er bjúga? Er það ekki bara saman pulsan með stærra og eitthvað? Jú, þetta er bara eitthvað alls konar kjöt sem er bara stappað í einhver graut og reykt í ofni já, þetta er viðbjöð sko. Þú ert basically að borða brjósk. En er það ekki holdt? Er brjósk ekki holdt eða? Ég hef aldrei alveg skilið hvað þýðir að vera unnin matvara. Ég skil pepperoni, ég skil skinku og eitthvað svona, en hvað er svona miklu óþarflegt það eru efnin sem að sko, láta vöruna endast endalaust sem að fara illa í til dæmis það, já þú veist, þess nátt að gera mat frá grunni því það er hotlara, það er engin efni í því Hvað er efni? Það eru rótvarnarefni og eitthvað svona dót sem heldur matvælunum á lífi bara ferskum Já. En ég veit ekki, ég bara, þú veist ég veit ekki, sko, amma mín er náttúrulega bara, sko, þær borða bara svona mediterr pulsur og bjúgur og bara frá þær voru bara ungar, ömmu mínar flottar. Þær eru bara að vera nýraðar, sko, bara ferskar, sko ég veit ekki, sko Já, þetta er allur gangur Ætlum að muni sleppa sér meira að maður verður nýraður bara aðeins stutt eftir, nú ætlum ég bara að geta sem ég vil og bara byrja að reykja ég gerir þetta allt bara núna, sko þú veist Já, þú ert það svona smá að pæla ég er svona smá að pæla kannski Já, með barnið mitt Nei, ég er að tala bara með þig líka, það halda líka hann smá í gangi Já, reyndar Þú sleppti kartöflum daginn Við fórum í mat Það? Já Var ekki franskar þá? Nei, það voru bara svona kartöflubátar Já, þá var bara einmitt, þá ætlaði ég að byrja einhverja vegferð, sko, sem hefur ekki Já, fit for Bubbi Já, ég hugsa það, ég var aðeins ferskur en það Bubbavegunni, sko Já Það er svo gaman að fara með þær út að borða sérstaklega svona staði þar sem er svona mötuneytisfílingur, þú þekkir alla málarana og fólki verkamannavinnunum og svona labbar melli borða Ég er maður fólksins Nærða valla að setjast niður, sko Já, ég dýrka það, sko Ég er maður fólksins En er það því að fjölskyldan, þú ert komin á mál málara fjölskylda, sko og svo bara, já, ég veit það ekki svo líka svo mikið af svona fyrrverandi svona alkoholistum svona, eins og ég, sko, sem að hætta að drekka þeir eru allir í svona einhverjum veiðinæði það hittir eitthvað svona fellow að segja fyrrverandi alkoholisti hljómar sem byrjar aftur að drekka Já, ég meina svona óvirkum alkoholistum, sko þeir eru oft í ykkur svona að mála eða bara að mála Talar hann sjálf þessum alkoholista? Já, ég sé óvirkur alkoholisti okay. Ég bara stend og fell með því Sæki fundi og svona? Já, ég mætti vera duglegri en ég er svona já, ég fer á fundi inn á milli Þegar þú þarft þess, fyrst ég þurfa að fara Já, meira þannig núna sem maður áeiginlega ekki að gera maður áeiginlega að vera í rútínu með þetta, sko en ég er búin að vera svona, það er búin svo mikið að gera og eitthvað, ég bara það gerist en ég gleym aldrei hvaðan ég kem, sko ég er mjög í svona fastu við jöruna varandi hvaðan ég kem, sko þannig að, hérna já, ég hef ekki mikla áhyggjur af mér, sko Nei, gott Flott, talandi mat áðan, eða fara að borða Já, eða ekki Ég er að deyja, sko Ég er endur að deyja úr hungri Herru, takk fyrir að koma Herru, mín var ánægðan, við náðum að fara yfir allt og ekkert Já, það er bara nákvæmlega það sem að hlaðfréttir eru Viltu auglýsa okkar í lokin? Ertu með einhverjum svona dagsetningar eitthvað? Nei, ég vil bara óska fólki góðs gengis í lífinu, sko og hérna, takk, við kannski bara freka þakka fyrir mig ef það er einhver að hlusta sem að hérna, ég fengi svolítið mikið að hlýjum kveðjum svona bara þakka fyrir hlýja kveðjur og hérna, fylgistu með Við segjum bara takk fyrir að vera þú Já, takk sömuleiðis